Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þátt númer 20, nú man ég ekki eins og hvort það er 20, gott ég veit það sjálf. Verið velkomin í þátt númer 20 af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Viðmælandi minn í dag er með ótrúlega áhugaverða sögu og ég er nýbúin að klára að lesa eða hlusta á bókina hans í annað sinn. Og ég er alltaf í að prifin, þannig að við eftir að ræðum hana. Hann setti Facebook-færslu daginn þar sem að hann sagði að nú væri 10 ár síðan hann lauk 14 ára rússíbanareið í lífi sínu. Og mér finnst þetta svo magnað og mér langaði svo að þú fengir að segja fleirum frá þessu. Þannig að verður velkomin Ágúst Kristján Steinarsson. Takk fyrir. Takk fyrir. Náði ég ekki aðeins að súmera þetta upp? Þetta var góð suða. En hver er Ágúst eða Gústi, eins og ertu ekki oft kallað Gústi? Allir sem þekktu mig fyrir 20 ára, það kallaði mig Gústa. Ég þekkti þið bara þá, þannig að ég þekkti þið bara sem Gústa. Ég er alls konar í raun og ég er kannski svona fyrir og eftir, mynd út frá þessum inngangi sem ég varst með, en ég er faðir, maki, stjórnarráðgjafi, verkefnastjóri, ég er gríðarlegur umbótasinni, ég er alltaf að reyna að gera betur og láta gott að mig leiða. Ég er sjúkur í fjöll, klettamennsku, ísklifur og skíði, þannig ég er fjallamaður, ég er fyrirlesari, ég skrifa sögur og ljóð, ég sem og spila lög og gítar og svona, já, svona mætti segja að ég hef verið þröngvegi þegar að hafa svolítið mikið áhuga á heilsu til að halda mér heilum. Vá, þetta er aldrei flottir titlar sem súmera þig upp sem flottan einstakling. Takk fyrir. Nú langar mér svolítið bara eins og ég sagði upphafi að þú segir okkur kannski aðeins frá þessari rússíbanareið og þessu fyrir og eftir. Hvernig byrjaði allt þetta ævintýri? Út frá veikindum? Já. Þegar ég er 19 ára þá fer ég svona að finna fyrir einhverjum krafti. Ég fer að finna fyrir því að mér finnst ég vera að þroskast, mér finnst ég að vera bara meiri manni og ég held bara að þessi hluta því að verða fullorðinn. Það sem ég átta mig ekki aftur á móti á er að ég er að reyna að stíga inn í manískt ástand, bara í maníu og það leiðir til loka til þess að ég fer í geðrof og ég er laður á geðdeild. Þannig að 19 ára gamall er ég laður á geðdeild, sviptur sjálfræði, geymdur þar, þangað til ég róast og þar svona hefst þetta og kannski ég segja söguna aðeins svona knappari er að ég fer 5 sinnum inn á geðdeild með sömu sögu. Þegar ég 24 ára þá var ég nýbúin að veikjast í annarskiptið, þá greinist ég með sáraristil bólgur sem er einfaldlega sár og bólgur í ristlið sem þýðir blóðuðar hægðir og óstjórnlegar hægðir, mikill slappleiki og mikli verkir og bara mikið háttur og þetta varði 5 ár. Wow. Og þetta var upp á dag. Þannig að þeir sem hafa verið með niðurgang í 1 dag geta rétt ímyndað sér að margfaldað það með 1800. Og þannig að lífið var rosalega takmarkað og algjörlega miða við þetta. Hvað er næsta klósett reynilega, allar ákvarðanir í 5 ár tóku mið af því. Síðan greinist ég með krabbaminn út af þessari sáraristibólgu, krabbaminn í ristli, þannig ég fer í aðgerð, ristillin er fjarlægður og meira til og ég fæ stóma til æviloka og er með þá enn í dag. Þannig að þetta eitt og sér er nógu mikið áfall og gríðilegt áfall og mikil veikindi sem að þessu fylgja og mikið álag að lenda á spítala og fara í svona inngrip. Í framhaldi að því fæ stóma þá reyndar fæ ég bara heilsun aftur þá allt inn er ekki lengur bundið klósett og ég er bara frjáls og ég er bara eins og belli á vori. Hvað ertu þá gamall? 28. Já. Þannig ég er bara eins og belli á vori og er bara á fullu að gera allt sem ég gæti ekki gert í 5 ár og ég bara gjössalega missi mig á fullu, bara er frjáls. Og já, ég enda með að vera styrktur stómaþegi fyrir að ganga á fjöll og segja frá og vera að blogga og fer út í heim og klifra á fjöll og held fyrirlestra og fer viðtöl og allt blasir við og afrætt svona gengur lífið mjög vel vinnulega séð og fjölskyldulega séð en hægt og bítandi fer ég aftur í maníu sem er þá með 4. maníu, þar verði fyrir ofbeldi á geðdeild, kem út því sem breyttur maður, árið síðar fer ég aftur á geðdeild eða aftur fyrir ofbeldi en verra, kem út því enn verri maður og það er leið til skilnaðar sem að leiðum þá út í minn síðustu og mestu maníu sem er bara brjálað flug þessi enda á Kaupmannahöfn og Torgi
og á þriðjudagsmótni ég fundi í fjármálaráðuneytinu sem ráðgjafi, á 50. kvöldi ég á torgi í Kaupmannahöfn nakin að hlæja. Þetta rosalega saga og þú lýsir svo rosalega vel í bókinni. Já. Maður alveg, maður verður einhvern veginn, maður nær ótrúlega að lifa sig inn í þetta og mér fannst svona eftir lesturinn bara vá, þú veist, það sem að þú hefur þurft að gangi gegnum og aðrir sem að fara í svona manjur. Þetta alveg magnað. En hver skilgreiningin, að því minnst verður gott að skilgreina hluti fyrir alla sem að hlusta, bæði á geðhvörfum, geðrofi og manju? Já, góðspuntur, já. Þannig að ég var greindum í geðhvörf, en í raun hef ég aldrei farið niður þunglindi. Þannig ég í raun, ef mér skilst rétt, þá hef ég greinst með unipolar manju. Það síður ég fer bara upp. Og það bara örfár sem fara þangað. Það fara eiginlega allir síðan niður og það einn svartnættið og það erfið. Þannig geðhvörf eru manja plus þunglindi. Og það til svona í grófum skilningi, það til manja bipolar 1 og bipolar 2. Bipolar 1 þessi svona háu hæðir og djúpu lagðir, að meðan bipolar 2 eru þeir sem fara svona sveiflukenndir bara í gegnum viku og mánuði. Eru bara reglulega að upplifa hæðir og lagðir. Og það svolítið víðtæk skilgreining þannig séð. Þetta svona, en þetta rosalega erfitt að segja nákvæmlega hvað þetta og þetta svolítið svona víð skilgreining og það engin klínisk greining á þessu. Okay. Það bara mat. Þú bara situr og hlustur og horfar á eitthvað og segir bara hann að sína þessi einkenni, hann lítur að vera með þetta. Það ekki blóðprufa, það ekki neitt svo. Tikkar bara ákveðin box. En geðrof? Geðrof þá þegar þú ert að missa fæturnar, missa tengingu í jörðina, fer að tengja þig við eitthvað aðra og meira og svona, verður svona stjórnlausari og ófyrirsjáanlegri. Gerist það eðlilega í manju? Það getur gerst í manju. Sumir fara aldrei þangað, ég verðist alltaf fara þangað og þá bara fer maður, eins og segi, og til Kaupmannahöfn að dansa. Ok. Og manja manist ástand þá? Bara örlyndi. Örlyndi, einmitt. Og bara svona að heitlast að umhverfinu og heitlast að aðstæðum á fólki og dást að umhverfinu og jafnvægt vera viðkvæmum fyrir umhverfinu. Þannig að þetta frumstig manju rosalega skemmtileg. Þetta bara einstaklega skemmtileg tilvera. Hún bara mjög varisum að þú getur farið lengra og lengra og lengra. Og þess vegna þetta svo erfitt að fást við þetta því að fólk vill ekki sleppa tökum af þessu. Og það var mitt vandamál. Þannig að ég veiktist alltaf og raun var alltaf verið að stoppa með af. Þannig ég fekk aldrei að upplifa það sem ég var að leita að. Síðan svona innan gæslega fekk ég það í Danmörku, það var enginn að stoppa mig. Og þegar ég búin að því þá þurfti ég ekki að spá mér í þessu. Já. Ertu að meina að þú náður ekki að upplifa það sem þú vildir upplifa bara þú fórst ekki allan leið eða hvað? Ég getum bara tekið það nefnilega rússípan. Þetta bara eins og að fara með upp rússípan og stoppa á toppnum og segja nei, við ætlum ekki með að gera meira. Þú veist að það eitthvað þarna. Það eitthvað svo spennandi þarna. Og þetta svo magnað, og ég getur svona farið dýp í það er svona hvað raunveruleiki, hvað upplifun, hvað þrívítu, hvað öðrum vítum og það þannig upplifun í gangi líka. Og þannig að maður langar svo að fanga þetta og upplifa þetta svo magnað og þannig var það hjá mér og það var svona ákveðin eftirsjá og peningur og svekkelsi fá ekki bara að upplifa þetta í friði en í staðinn þá svolítið samfélagið í því að með góðu vill gera vel, hjálpa menn eða fara ekki þangað, það svo varasamt og vissulega hafa slemmi hluti gerst ef fólk gera það. Hvað það varasamast að þegar fólk fer í manju? Sumir delir kunna að fljúga og labba bara fram að sölum. Þannig að þú ert sjálfum þér hættilegur. Það er þetta klíniska mat og svo það bara, kannski, ég hef aldrei gert neitt svoleiðis, en það alltaf gert ráð fyrir ég sé að fara að gera svoleiðis. Sumir fara mjög fráslega með fjármuni og missa sig þar. Þannig að þau missa þessar hömlur, maður segja framheilin fari bara smá hvíld og tilfinningarluti heila sé bara á fullu svingi. En hafa verið talin einhver tengsl á milli þessara sáraristilbólgu og sjúkdómsins, er það ekki flokkað sem sjúkdómur? Jú. Geðhvörf, já. Jú, þannig að ekki af þeim læknum sem meðhandla mig, en maður heyrti þetta og þú öllist líka, sem mind-gut tenginguna og vakustaugin og allt þetta, þannig ég full að trúa að þetta sé tengt saman. Já. En það ekki... Langvarandi streita og alls konar. Já, og alls konar, svona lífstílstengt vandamál sem valda þessu, sem ég tökum á í dag og en það má alveg tengja við svoleiðis hluti sem hafa orðið þess valdandi ég fór í þessar manjur. Ok, og svo krabbamenni greinist út frá sjúkdómnum ristils, já. Já, þá ég bara með viðvarandi sár í 5 ár og það bara fara grassar og þróast eða nýfri krabbamenn. Þannig eitt leiðir af öðru. Já.
En hér ert þú, Já. heilbrigður og komst í gegnum allt þetta. Já. Hvað er heilsa fyrir þér í dag? Heilsa er gjöf. Það er bara, það er ekkert sjálfsagt að fá heilsu og vera með heilsu og hafa hana. Þannig ég lít það svona út frá 2 augum þegar annars það þarf ég að passa upp á hana og ég þarf að njóta hennar. Það er mín skylda. Þannig ég ég vil ekki segja svo eins og hirti þessu podcasti, heilsa er heppni. Þetta er ekki alveg þannig. Það er sumt, heilsa er ekki heppni, sumt, ég er bara frekar óheppinn. Þannig sko, ég fengi vöggugjöfin mín var frekar flókin, þannig að ég hef náð tökum og hlutum miklu erfiðara fyrir mig að viðhalda og halda heilsu. En þannig að það er ákveðin gjöf að fá hana og það sem er erfiðast í svona þessu samhengi að mér er svo erfitt að horfa fólk ekki varveita sinni heilsu og ekki njótinar. Það skuli bara sóinni, reynilega. Hvernig hugsaðu vel heilsuna þín í dag? Ég er alltaf að hugsa hana. Ég fer alveg hringi, stundum er ég rosalega duglegur, stundum ekki, en ég svona grundvallarættin, ég er mjög vakandi fyrir svefni, næring og hreyfingu og passa mig upp á að borða vel. Klárlega fer ég út af vannanum og stendur kannski ekki alltaf vel í því, en ég er alltaf að hugsa þetta. Samskipti er fyrir mér heilsa, heilbrigð og góð samskipti er bara rosalega mikil fyrir mig. Það situr rosalega í mér ef ég lendi í átökum við fólk eða minna en það er vel. Streita er eitthvað sem það hafa höfumil á og ég er rosalega vakandi fyrir minni streitu. Ég er alltaf að leita leiðum til þess að jafna út streitustigið hjá mér. Ég er búin að mastera gufun og kalda og fattaði ekki fyrir lengur sig seinna. Ég væri að róa niður parasympatíska kerfið og allt þetta sko. Þannig að ég búi til alls konar svona vopn. Það að fara í útivist, það að fara í ögrandi aðstæður á fjöllum, það að taka á, það er líka leið til þess að róa niður streitukerfið. Þannig að ég er rosalega vakandi fyrir því. Sköpun, leikun og lærdómur, það er eitthvað sem ég veist að fá útrás fyrir þann hluta líka. Það færi mér ánægju og stöðrar mínu heilsu. Og eins þetta svona upplifun á augrun. Ég sé bara alltaf að upplifa og njóta. Ég sé ekki fastur í þessu ferkanta heimi sem við mennirnir höfum búið til. Já. Er þessi sjúkdómur ættgengur? Eða geðsjúkdómar? Það er sagt að ég er nú ekki best að hafa eftir mér en ég heyrði einhvern tíðan að þetta væri gengi ættlið í annarkvönd ættlið. En þetta er allstaðar, það er allir einhvern veginn lent í þessu. Hvað er að gerast í heilanum? Þegar það gerist? Þegar það gerist? Mér langar svo að vita það mér. Ég er við svona kenningu sem er ekki byggt af neinum rannsóknum eða neitt svoleiðis en þetta er bara reboot. Já, bara verið uppfæra þig. Já, eða bara slökk og kveikja, sko, svona aðeins að hreinsa til og ég fann það í þessu síðustu manni, það sé geng alla leið og missi algjörlega vitið, enda á geðdeild í Danmörku þar sem ég upplifði betri meðferð en ég fekk á Íslandi og það sem gerðist á Íslandi að ég var alltaf að hafa fyrir það að láta mig líða vel á geðdeild. Það er þetta ekki það sem maður á að vera að gera á sjúkrahúsi, maður var á að leyfa öðrum að hugsa sig. Þannig að allir minn kraftar fóru að vera svona á tánum og vera svona vissulega að berjast og sérstaklega þegar ég lendi þessu ofbeldi þá er ég bara í ákveðnum slag við fólk, svona, ekki slagsmálum en tókstreitu. En síðan þegar ég enda semst í Danmörku og þá upplifði ástkærleik og þölumæði og upplifði stuðning og ég get leyft mér bara að tapa. Ég get leyft mér bara að slökkva á mér og gefast upp. Og það er fyrsta skipturinn að þessum veikinda sögum minni þar sem ég get leyft mér þetta, finnst mér. Og frá þessum tímapunkti hef ég verið heill. Já. En heldurðu, eða veistu, að hefur þetta eitthvað breyst á þessum 10 árum síðan þú þurftir á geðdeild að halda eða að njóta þeirra þjónustu? Veistu það? Ég veit ekki af einn skinni. Maður heyrir ennþá sögur af slæminu meðferð einstaklinga, en það er ekki til mælikvarðar neitt svona, þannig að þetta er allt svolítið huglegt. En það sem ég veit aftur á móti, ég er búin að halda marga fyrirlestra fyrir starfsmenn geðdeilda. Frábært. Já, alveg frábært sko. Og þannig ég fæ að segja mína sögu, það er sérstaklega alla jafnar í beðinum að segja sögu af ofbeldinu, af upplifun af því og hvaða áhrif það hafði á mig. Og ég leiði mig bara að segja, ég á salin, þegar ég er haldinn fyrirlestur. Það má heyra sömnál detta. Ég næði það mikla athygli fólks og það sem gleði mig svo er hvað þau eru vilju til þess að læra af mér og vilja bara ná sér kontakt við mig og tala við mig eftir fyrirlesta. Það er klárlega vilji til staðar. Starfsumhverfið er mjög flókið, það er mjög flókið að vera í þessu starfi en þau eru allavega að reyna. Já.
þetta sýnir líka, og ég glemdi nú að segja, bókin heitir Riddarar hringavitleysunnar fyrir þá sem vilja hlusta. En þar finnst manni, þetta skýna mitt svolítið í gegn þar, hvað þessi kærleikur og þessi bara að vera mannlegur starfsfólki þarna í Danmörku, að það hafði svona jákvæð áhrif á þig. Þannig að kannski bara fólk viti það, þú veist að þeir eru bara tvær manneskjur, þú veist að hafa samskipti. Já, og það sé ekki stéttaskipting. Já, ég raun sko, það sem ég upplýði á geðdeild, það var svona, ég var bara síður í þegn og það var ekkert endilega hlusta á mig og bara gert ráð fyrir ég væri í ruglinu. Að meðan að geðdeild í Danmörku þá gaf sér allir tíma til þess að vera nálægt mér, með mér, tala við mér, spjalla með mér, kynnast mér, hvetja mér til dáða og svo framvegis. Finnst þið vera fordómar á Íslandi? Sko, í minni reynslu á geðdeild, þar upplýði ég fordóma. Það er þetta 10 ár síðan. Ég upplýði þetta hef ekkert upplýðið það frá því að ég í raun kom út, þessum að segja, ég kom út úr skápnum með mína gegnsnútum að þegar mér lengi var ég bara geymandi með sjálfum mér og ég upplýði oft svona fólk var að tala um svona hluti og ég bara þagði en semst frá því ég hef komið út þá hef ég ekki í eigin skinni upplýða fordóma við mig og mér hefur verið treyst fyrir verkefnum í starfi og svoleiðis alveg óháð mínu bakgrunn og jafnvel af því ég hef þennan bakgrunn en innan geðdeild í þessu ástandi þá virðist að maður sé ákveðin svona hegðun og atferðli sem bara svona festast í sessi að fólk er ekki alveg að mæta einstaklega. En ég get alls ekki fullir til það. Og kannski margt breyst á þessum 10 árum. Volandi. Og eins og ég segi, ég greini það vel frá öllum sem ég tala við sem er í þessum störfum. Þannig að það má endilega svona fagna því. Það má fagna því að fólk er að leggja sér fram og reyna að gera þetta best og svona eins og við þekkjum líka bara heilbrigðiskerfið. Það er bara hreinu þröngt að fólki skoði sko, að fólk getur ekkert gert allt sem það vill gera bara út af takmörku fjármagni. Já, en hvað getur heilbrigðiskerfið gert betur? Stór spurning. Þannig er það ofna risastór spurning. Þetta er kannski stóra sem maður má gera bara fyrirbyggja betur, fyrirbyggja veikindi og hjálpa fólki að lifa vel og það er allt sem að heilbrigðiskerfið gerir í dag í 99% tilfella er að bregðast við og allir sem er í þessum störfum þeir eru að bregðast við allir stjórnendur eru þjálfaðir upp í að bregðast við það er ekki þessi proaktífa hugsun til staðar og það er bara rótgróið hegðunarmynstur hjá öllum þannig það er eitt og já, viltu ég fara dýpt í það? Bara endilega ég hugsa þetta mikið ég spáða mikið í þessu að því að ég held að svona einfalda birtingamyndinni að fátækur maður, hann er ekki að spara og þá maður segja saman heilbrigðiskerfið er fátækt, það getur ekki spara, það getur ekki lagt fyrir framtíðinni að það er svo upptekið að bjarga deginum. Þannig að þessi staði sem heilbrigðiskerfið sett í að það hefur ekki fjármagn, þar alveg hefur það ekki getur til þess að gera það sem vill gera og kemst ekki út úr því, þetta kallast tunneling, þú er bara föst inn í þessu röri, þú bara horfið gegnum rör og það þýðir að þú sér bara ekki heiminn svona er. Þannig að það þarf að hjálpa fólki að komast út úr því og veita þeim stuðning. Og þetta á við bara öllum sviðum heilsu. Já. Þannig finnst þetta alltaf verið að tala um þetta, það vantar þessa fyrirbyggingu. Já, og ég kom með þessa samlíkingu sem var kannski full svona harkalega, þetta er eiginlega fyrsta viðtal sem ég fór í fyrir að vera 10 árum síðan. Að þetta er svona heilbrigðiskerfið slökkvilið. Já. Og þau slökka bara elda. Þau laga ekki brunarústir og þau fyrirbyggja ekki brunar. Þannig að ég held að það sé náttúrulega besta myndlíkingin á þessu. Og ég er ekki segið þetta til að gaggrina þau, ég er ekki segið til að segja að ég geti gert það betur. Þetta er rótgróinn vandi sem að lagast ekki bara síðsvona. Varðandi sjúkdóminn geðhvörf, nú hefur þú verið alveg heill í 10 ár. Heldur þú myndir átta þig á ef þú væri á leið í maníu núna fyrir en áður, þú myndir gera það? Já, ég er oft búin að fá mín í maníu. Já, ok. Oft. Já. Þannig ég er oft búin að finna og ég er rosalega næmur fyrir sjálfum mér og minn innri áttaviti er ansi sterkur. Þannig að leið og ég finn eitthvað, þá bara læt ég konuna mín að vita og er enn fyrsta viðbræði er að ég fer í guð og kalda. Ok. Og það fer bara í ró og er bara jafnvel í 3 tíma, bara úr heita í kalda, þá vil ég finna innabúrun á ró. Ef það gengur ekki, þá fer þetta í fjalla, ef það gengur ekki, þá getur mér frí frá inni. Þannig að svona, ég er með mín triks við þessu og til þessa og þetta telur í tugum tilfella frá því ég veiktist, sem ég náði að koma mér aftur í jörðina. Með lífstíl bara? Bara með lífstíl.
Það alveg magna. Já, og lyfjum. Ég ætla ekki að segja því að ég er með lyf og ég tek það inn og ég bæta eins í þegar þetta gerist og allt þetta, en eins og ég segi mér fyrirlistum, ég er með 8 leiðir til jafnvægis. Einn liðurinn eru lyf. Þannig að það er þessi lífstíl, eins og segir, sem að halda mér hérna á réttum stað. Sem svo magna, því að fólk yfirleitt áttar sig ekki á því fyrir en að það þarf á virkilega því að halda, en bara það að leggja daglega inn í heilsubankan okkar, þá erum við betri í stakk búin til að takast á við hvaða veikindi sem er. Þannig að þú ert núna alltaf að leggja inn í þín heilsubanka með öllu sem þú sagði mér áðan, hugað heilsunni, svefninum og næringunni og kalda heita og náttúrunni og samskiptum og alltaf þessu. Já. Þannig að það svo magna. En er eitthvað sem getur triggerað geðhverf? Eitthvað vitað? Ég hef ekkert svona formlegt svarað við þessu, en fyrir mér minn helsti trigger er álag og það getur verið álag vegna uppsafnar vinnu og svoleiðis og streitu því tengt og álag vegna samskipta. Svefn, klárlega hluta af þessu. En já, það er oft talað um ef ég myndi ekki sofa í 2 sólarhringa þá myndi ég örugglega fara fram af sko. En já, í minni tilfelli streita og samskipti. Já. Þú talaðir í bókinni líka þegar þú ert að lýsa að það hafður ekki sofið bara í marga daga. Já. Er það, hvort er hænan, hvort er eggið? Er svefnleysi að valda ástandinu eða ástandi að valda svefnleysinu? Ég held að ástandi sé að valda svefnleysinu og þessin er líka bara, ég með svefnlyf ef að það skildi koma þangað. Já, þetta er það sem gerist hjá mér er að hausinn fer bara fullt. Hann fer bara rallygýr og það er ekki annar gýr en rally. Og þegar þú leggst í rúmið og ert að reyna að sofna, þá ertu bara að hugsa. Þú ert að fást við þetta vandamál sem varst að rekast á daginn eða vikunni eða eitthvað og þú kemst ekki út úr því. Þessi hugsunar hringur minn verður það bara svo rosalega sterkur. Þetta er vantilega bara árátta og ég bara greindi mig geðhverf því það verður svo dramatískt hjá mér. En þannig að það er svona almennt séð það sem er svona leiðið mig til svefnleysis og svo hefst þessi vítahringur. Varðandi lyf, það er því auðvitað ég skil vel, það þarf að nota lyf, en heldur þú getið minnka lyfjanótkun með lífstílsbreytingu? Ég er alltaf með í huga. Ég er alltaf einhvern veginn að ætla mér að gera það, en síðan þegar á reynir þá bara hallar maður sér aftur að örygginu því maður vill það frekar heldur en að missa ansi mikið. Að lenda í manni er rosalega dramatískt. Það er rosalega dramatísk áhrif á svo marga þannig að maður hætti bara að kalla þetta automat og þá svona hallar maður sér meira að lífinu. Þannig ég bara nýlega var ég að prófa að minnka þetta og bruta þessu og svoleiðis og svo einhverju viku setna þá byrja ég að finna fyrir óþægindum þá bara það er þægindarammin er þröngur þar. Nú þekki ég bara viðkynna það, ég þekki þetta mjög lítið, þess vegna finnst mér þetta líka svo óbærslega áhugavert. En þetta, þessi lyf sem eru notuð við geðhverfum, er þetta sem búið að reyna í mörg ár? Eða er verið að þróa einhvern tíma ný lyf? Eða? Þróun í geðlækningum er rosalega litlar. Í samanburði við alla aðra lækningar þá er bara rosalega lítið að frétta. Fyrir utan það sem er að gerast núna og mikið umræðin í psilocybin og svoleiðis svona bara náttúruleg lyf sem er sveppir eða svona. Sem er bara að vera að prófa núna og það er að gera alls konar rannsóknir í þessu og reglulega forvitnilegt að sjá hvert það leiðir. Og það er einhvern veginn svona, það er verið að gerast en það sem ég er að taka, það er ekkert nýtt í gangi þar. Ég er að taka Literex sem er bara frumefni og það á að vera að hjálpa mér. Ég er búin að taka það inn síðan ég var 19 ára. Ég þori ekki að hætta. Og svo tekið inn Olanzapine, heitir líka Zyprexa sem heitir bara geðrofslyf og það sem ég fundi út er ég tek mjög smáan skamt, bara reglulega smáan skamt, aðrir fyrir að sofa, þá breytist ég í B-mann. Þannig ég er vakin en vekjarhluguri. Og það virðist gera rosalega mikið fyrir mig Því ég er hef verið mjög gjarn að vakna bara 6 eða 7 eða svona aðeins og snemma og bara svona vélinn fyrir í gang þó ég sé ekki út sofin. En með þessu þá bara sef ég aðeins lengur. Þannig að það er bara meira ég slakari. Og eiginlega eða gott sem engar hliðarverkanir eða neitt af því. Það er alveg magna. Mér finnst við búin að fara yfir svona heldina en ég man í einhverju lýsingu þá varst að tala um jafnvægi.
hvort það hafa verið í þessari Facebook-færslu að ná jafnvægi, það væri sama sem góð heilsa. Já. Er það rétt muna hjá mér? Kannski túlkaði ég bara þannig. Ég var bara að muna hvað ég sagði. Já, en mér finnst svo margir skilgreina heilsu sem jafnvægi, þannig að mér finnst þetta svo fallegt að þú sagðir þetta. Þegar þú værir jafnvægi þá upplifður góða heilsu og það náttúrulega að því þú ert búin að upplifa svo rosalega mikið ójafnvægi. Já. Að þá kannski kanntu betur að meta þetta jafnvægi. Já, ég alltaf að leita jafnvægi. Á hverjum einasta degi ég að leita jafnvægi og já, þú ert að draga þetta saman. Kannski gera það sjálfur, ég manna það ekki. Þetta væri svona, það mín leit. Á meðan ég í jafnvægi, en það balans á minni líðan, þá allt annað í lagi. Samskipti við maka og börn og vinnu og allt fjölskyldu, það allt í lagi. Og það svo mikið í húfi fyrir mig að halda mér í lagi. Sko. Þannig að, já, bara balans. Já. En það svona þetta heilbrigði, það kannski ítrekað, þetta þessi gjöf, þetta og bara við sitjum við erum að horfa við sjá með esjuna að sko, þú getur bara farið þangað í 5 ár þá bara gati ég það ekki. Já. Ég gati ekki eins og verið í búðina sko. Þannig að frelsi sem við höfum, gjöfin sem við höfum með þessu líkama og möguleikarnir sem við höfum til þess að vera lifandi eru svo ótrúlegir, en samt eru allir hérna í borginni nánast engir upp á esju. Það svo magna. En því miður það bara sko, þannig að oft vitum við ekki hvað við höfum átt fyrir að við höfum mista og kunnum ekki nóg vel að meta hlutina fyrir en þeir eru teknir á okkur. Því miður, það bara virðist að vera rosalega oft þannig að ef einhverju að hlusta bara að hvetja alla til þess að kunna meta það sem þeir geta gert í dag, vera þakkláttir fyrir það. Og ég alltaf að minna á þetta og ég svo heppinn að fá að mitt alltaf fyrirlestra og þannig færin bara svolítið endur upplifa allir þessi vikindi, þannig ég alltaf vakandi fyrir þessu. Ég klárlega auðvitað með að gleyma mér, og það svo gott að fá svona reminder og eins þetta viðtal hér, bara að spjalla þessa hluti, það skiptir svo miklu máli að vera til. Já, einmitt, þetta svo fallegt. Skiptir máli að vera til. Alveg dásamlegt. Eitthvað sem að þig langar að segja eða koma framfæri, eitthvað sem ég að gleyma að spyrja eða? Já, alveg örugglega. Ég kannski sagt þér hérna, ég með það 8 lykla að því að vera ágúst 8,0 og ég segi ágúst 8,0 að því ég 7 sinnum í áföll. Þannig ég staðið upp 8 sinnum. Og þessi ágúst 8,0 búin að vera til í 8 ár. Það var alltaf að koma nýr ágúst og í hverju áfalli, maður lærir alltaf eitthvað nýtt í áföllum, þannig að í hverju áfalli þá var ég að enduruppgötva mig og oft var það röng uppgötvun, rangur lærdómur. Tíma var ég þessi harði grimmi kalla því sem það lenti miklu átökum. En þannig ég rosalega mikið að reyna að halda í ágúst 8,0 og legg mig allan fram með að vera þar og vera ekkert að fara í update á þessu gaur. Þannig ég með þessi þetta plan B og það er þessi líf, ég með þessi áherslu að líða vel og það er þessi innri áttaviti sem ég sagði að vera alltaf vakandi fyrir hún og ég bara eftir hverju einu samskipti þá ég bara var þetta gott, var þetta holdt, hvernig get ég gert þessi samskipti betur næst og svo framvegis. Ég hef lagt miklu áherslu að lifa í takti, þannig sé ekki svona háður öllum öðrum í því hvernig ég á að lifa. Þess vegna starfa ég sjálfstætt og stjórnum um tíma sjálfur. Áttu bara róleganda í dag og hjóla hérna til þín. Þannig að svona eitthvað sem maður getur lyft sér að því maður stjórnum sinn tíma sjálfur. Ég tjá mig mikið í orðum, ljóðum og tónum. Þessi tjáning að koma tilfinningunum frá mér, niður á blað, þetta heil bók sem sanna það, sem hjálpa mér. Þú hefur gefið út einhverja tónlist líka, eða ekki? Jú. Já. Ágúst á Spotify, ég byrst afsökunar. En það var þetta bara frábært ferli, þar sem ég fór bara að semja, allt inn lærði ég á gítar og lærði að syngja og fór að semja lög og endaði, ég gaf mér þessa áskorun að spila fyrir fólk og ég endaði út á götu í Skotlandi og svo börum á Íslandi, þar sem ég var bara að spila fyrir fólk. Syngjandi lög sem að fjalluðu erfiðleika mína. En kannski strax fyrir fólk að hugsa, já ok, ekki spennandi en ferlið var svo æðislegt að fara í gegnum þetta og losa og það er kannski það sem ég tala líka fyrir þegar maður lendir í áfallum, maður þarf að losa þessar erfiðu tilfinningar. Svona úrvinnsla fyrir þig. Já, og að því að fram að skrifa þessar bókar þá geymdi þær allar inn í mér og það var að brjóta mig niður, en með því að skrifa þessar bók og með því að lesa þetta og aftur semja lögun, semja ljóðin, þá var ég að losa þetta og taka þetta frá maganum yfir eitthvað fallegt
og það var bara eitthvað svona fallegt sem ég gætt hort á og endur heimsótt aftur og aftur og þannig bara gjörbreyttist minningin. Hún var vond, hún var bara falleg endurminning. Og þannig get ég sagt fyrirlestra og ég verið oft svona við það að fara að gráta veginn minn fyrirlesturum en ég stend gegnum það og mér líður vel eftir það úrvinnslu. Þannig að já, eitthvað sem að skipt mér mjög miklu máli þessi tjáning. Og já, útvist, gufukaldi og svo ég hika ekki við að leita leiðsögnar góðra manna, sálfræðinga og annara til þess að lifa af og fá ábendingar og svo bara einstaklega heppin með fjölskyldu sem að mjög heilbrigð samskipti og heilbrigð samvera. Þetta var samlegt. Þannig að fyrir þessum 10 árum þegar þú komst heim frá Kaupmannahöfn þá fórstu að geðdeild hér. Jú. Eða ekki? Já. Og þegar þú fórst að vinna þig hægt og rólega upp úr því, hvernig gekk það? Eftir svona, því þú sagst þegar að þá hafðir farið alla leið, var það öðruvísi úrvinnsla? Já. Í öllum mínum veikindum, og þetta er mjög ábyrgðið í fyrirlestunum, því með myndir hann framsendingar sem útskýrir það, þá alltaf þegar ég veiktist, þá er ég alltaf bara svona, harka ég fljótt af mér. Og einhvern veginn þá gekk það alltaf upp. Ég bara mætti aftur vinnu og bara hélt áfram. Og svona skildi bara fortíðin eftir. Ég var ekkert að vinna úr henni það mikið. Ja. En það sem gerði síðan þarna þetta að ég fer alla leið og ég fer alla leiðin niður og ég er gjörsamlega uppgefin eftir þetta og rosalega margt sem gerðist. Þannig ég misti vinnu, konu og vit bara sömu vikunni. Og það eina sem ég hafði henni eftir var bara leiguíbúð og 6 ára dóttur. Þannig að þetta var rosalega erfið tilvera og ég var rosalega óheppinn. Það gekk rosalega margt ekki upp. Þannig í 2 ár var ég bara einhvern veginn að endur uppgöta sjálf mig, finna mig aftur og sem þessi hönnun að þessi manni sem ég er í dag. En þá einmitt svona í þessu volaði, þá var ég að skrifa og hverjum einsta degi þá var ég að væla í bók bara til minn mesti trúnaðarvinur var þessi bók sem ég sagði af öllum mínu volaði. Ætlaðu alltaf að gefa hann út eða var þetta fyrst bara fyrir þig? Fyrst fyrir mig. Já. Svo ætlaði ég að gefa hann út ekki til nafni og svo hægt og bítandi þá var það og raun það sem fekk mig til þess að trúa að ég geti gefið út undir nafni var að ég hélt fyrirlestur og all viðbröð sem ég fekk við því. Þess að ég átta mig á því að minn bakgrunnur og minn reynsla er minn styrkur og í dag hika ekki við að segja hverjum sem er frá þessu. Og þetta er líka svo ótrúleg frásögn að ég spurði þig áður en við byrjuðum að taka upp hvort þetta væri allt raunverulegt, raunverulega gest sem þú segir frá í bókinni og þetta er nefnilega bara líginni líkast sko. Þetta er allt satt. Þetta er 95%. 5% er aðlugun að sögunni. En atvikin sjálf eru sönn. Og þetta er ekki allt sem ég lendi. Alls ekki allt. Þannig að þegar þú ert búin að lesa, þú veist að þetta er rosalegt sem þú ert búin að lesa. Ég hef lendið miklu, miklu meira. Okay. Þannig að þetta er ótrúlega mikið á einn mannlagt. Og mannúlegt margt. Þannig að ég er bara svo heppin að einhvern veginn þrjóskast við og halda áfram og mjög þakklátur fyrir það. Já. Svo kynntistu nýri konu og átt aðra dóttur og það var sannlegt að heyra. Já, bara allt í lukkunstandi þar. Já, æðislegt. Og byrju, elsta er 15 ára. Já. Og þið voru hjá mér í Ungbarnasundi fyrir 15 árum, ég trúi alltaf. Og ég held ég hafi ekki hitt þið síðan. Nei. Og kannski gaman að segja frá því að þá er ég, þegar ég kem til þín í Ungbarnasund, þá er ég að fara í fyrsta skipti í sund eftir ég fekk stóma. Og það voru bara mánuður síðan ég hafði farið aðgerðina og ég var allur enn að jafna mig og ég hafði sagt mér að ég myndi bara bera þetta sem mitt stríðstákn og labba inn í laugina og vera stoltur. Svo þegar ég labba inn í klefa þá bara liggur við að ég ætla að deyja. Mér líði svo illa yfir, ég lít mjög furðulega út bara það því svo bólgin eftir aðgerðina og svo er ég með eitthvað risastóran kúkabók á maganum. Þetta var rosalega erfitt. Eitthvað sem þú vissir ekkert um. Nei, ég hef ekki hugmynd um þetta. Já, en þetta var svona eina mun svona, þegar ég er líka kannski bara heppin að maður lítur frekar eðlilega út í útlitið. Þetta er fyrst skipti þetta aðlagast því að líta bröðris út og mjög furðulega. Þetta allir að stara á mig, spáði hvað ég var með á maganum. En lögulega voru mikil vitundavakning í þessu. Ég er meðal annars á sundlega plakatinu á sundstöðu landsins, að því maður vill þetta vekja vitund um þetta. En já, þannig að Eru margir með stóma á Íslandi? Ég held að sé 400. Já, vá, það eru svo margir. Já. Einmitt. Og þetta er líka kannski eitthvað sem er svona lítið talað um. Já, ég fæ allt sem er ekki talað um. Já, þú safnar því. Ég safnar því og reynir síðan að stíga fram um það. Já. En þetta er einmitt, já, það er allt svona, það sem sést ekki og veist ekki og vilt helst ekki tala um, það fæ ég. Já.
Þú fyrst stórt hlutverk í lífinu. Það segir það. Aldeilis. En minnst bara svo fallegt hvað þú ert búin að nýta þessa erfiður lífsreynslu þína til þess að fræða og hjálpa öðrum. En eins og með aðra með geðhvörf, hefur eitthvað haft samskipti við þá einstaklinga og Já. Já. Þannig ég held alls konar fyrirlestara, alltaf svona sama grein kjarni, en ég held marga fyrirlestara hjá Geðhjálp og öðrum hagsmunasamtökum. Þannig að já, ég hef gert það og ekki það, ég hef lent í miklu samskipti við svona einn og einn samtöl sko, þó ég sé alveg galopin fyrir því. En semst ég hef heimsótt vinnustæði, ég hef talað fyrir sjúklinga, ég talað við starfsmenn. En rauninni ég var í september á Evrópsku geðheilbrigðisráðstefnunni að halda fyrirlestur. Þannig ég er svona búin að fara út allt með þennan fyrirlestur. Og alltaf, já, alltaf svona mismunandi tengingar eftir hverju fyrir sig. Já. En til dæmis ég fer inn á vinnustæði og er að segja frá mér reynslu, tala mikilvægt þess að halda heilsu og svo svona predikun það, sko, hvernig maður getur náð því fram. Ég held nefnilega að fólk átta sig ekki á því hvað er mikilvægt að hafa þetta jafnvægi. Já. Bara halda þessi andlega, líkamlega og félagslega heilsu í jafnvægi. Já. Ekkit öfgar í neina átt. Já. Við erum oft svolítið öfgafull, mér finnst það. Já. Og þannig að já, það er bara dásanlegt. Óli Stef, góð kunningi minn, hann talar við fullblásinn dekk. Það við bara, eins og með bílun okkar, við passum alltaf upp á loft í dekkinu, þá þurfum við bara að gera sama þegar við förum inn í daginn, við erum bara að tryggja það að all okkar dekk séu fullblásin. Það er frábær myndlíking og þannig maður tilbúin að gefa af sér og gera góðan leik þann daginn. Sko. Já, það er sniðugt. Það er líka sagt úr úlingana að þau myndi aldrei mæta með símann sinn óhlaðinn í skólan, en þau mæta sjálf óhlaðinn, ósofin og illanær. Ég ætla að nota þetta á mína. Já, nú gerði það. Þau tengja meira við síman en bíldekkin. Sko. Þetta er miklu betra. Nákvæmlega. Já, heyrðu, mér finnst þetta bara að vera æðislegt spjall. Er eitthvað sem að þið langar að segja svona að lokum? Já, kannski með þetta. Raun það sem ég er að gera með öllu þessu, með því að halda fyrirlestur, með að segja bókina og er það sem ég finnst vera svona tilgangu minn svolítið, þá sem að hefur alltaf fyllt mér og raun í gegnum veikindin, þá var ég alltaf, þó ég á mínum verstu stöðum, þá sagði ég alltaf sjálf mig, þetta hefur tilgang, að ég ætla að segja frá þessu seinna. Og alltaf þegar ég var á mínum versta stað, þá var það alltaf, lofa ég mig sjálf mér, þetta hefði tilgang, ég segi frá þessu seinna. Og svo kom að því þessu, ég held fyrirlest á bók og þá einhvern veginn náði þessu endastöðin. En þannig að tilgangurinn er að gefa fólki innsýn í reynslu þeirra sem hafa verið veikir og til þess að fólk beri virðingu fyrir þeirra reynslu. Akkurat. Og það er svo auðvelt að gera það ekki, sérstaklega svona hluti sem er ekki talað að leiðum farið þennan skilning og innsýn þá verður bara auðmjúkar í gagnvart náungunum. Og bara rétt eins og við náðum ákveðnum vakninga með MeToo-bylginni og eiturlyfjaneyslu og ákveðnum vakningaskilning og stuðning við fólk, þá er þetta það sem ég er að berjast fyrir, aukinn skilning fyrir stöðu þeirra sem eru að glíma geðsjúkdóma og meira. Og inn í þeir líka það sem gerist hjá þessu sem eru að glíma geðsjúkdóma, þeir upplifa annan raunveruleika. Þeirra heimur er öðruvísi og heimurinn er ekki bara í þrívídd eins og ég sagði áðan. Þannig að það er önnur svona auðmjúkt sem ég langar svona ná fram hjá fólki að skilja bara, það er þín upplifun. Ég skil það. Þannig sér þú heiminn og ég ætla ekki að draga það í efa, bara því ég sé það ekki. Þannig að ég er svona, þetta skiptir mig óttalega miklu máli því að inn í mínum veikindum þá hef ég bara farið eitthvað allt annað en þessi veröld er. Og það var jafn raunverulegt á þessi veröld. Þannig að það er eitthvað sem ég skipta máli. Þannig að inn í þessu öllu saman er ég að reyna að segja berðu virðing fyrir þér, fyrir þinn eigin heilsu og þess að segja heilbrigði gjöf og eldu það, passaði upp á það. Og ég fæ stundum svona vakningar þegar ég sé fólk sem að virðist ekki verið við góða heilsu og ég spyr mig af hverju setja þið ekki allt sitt líf undir til þess að laga þetta. Og ég ástundu svolítið erfitt með að skilja það, af hverju fólk er ekki bara að setja sig í forgang. Af því að í lok dagsins er það eina sem skiptir máli, allt annað getur farið. Svona rétt að lokuna, ég með svona dæmisögu það hvernig tilvera fólk er mismunandi, hvaða heilbrigði, hvaða forskot fólk hefur. Þá bjó ég til þess að sögu hausnum á mér, verið löngu síðan. Og ég sé hann fyrir mig þannig að ég var í á
ég kom inn heim í á og ég hafði ekkert faratæki og mín leið til þess að komast niður ána var að finna bjálka og hægt og bítandi meðan ég að fara niður ána var að búa til báturunum og hægt og bítandi að læra að róa þennan með þessu bát og meðan allt þetta í gangi, ég að reyna að ná fullkomni stjórn á þessu kanó en rúað fólki á svona blöðurum, bara syngja þetta fram hjá mér, það ekki hafa fyrir neinu og það kannski meiri hluti samfélagsins, þau bara svona fara í gegnum lífið, að meðan mín leið var þannig, ég þurfti að fara alveg frá grunn og upp en ég var svona svolítið að lofa mér að í lokin væri ég komið með betra færitæki en hinnir og betri færni til þess að ráða við annað. Og ég kannski segi þetta svona því að semst, fólk kemur mjög mismunandi inn heim og svo það kannski undir okkur komið hvað við gerum við það og leysum það, annarkvort hreinlega druknum við eða bara gera það best á stöðinni. Það ekki lögurð. Takk fyrir að koma, ég er virkilega þakklátt fyrir að þú gefur okkur og mér tíma fyrir að segja þína sögu. Takk fyrir mig.